auðvitað erfitt að ná hausnum utanum þetta og svo það líka þannig aftur, ég sé ekki nákvæmlega hvaða störf að fara að verða til. Það verða fullt af nýjum áhugaverðum störfum til. Við sáum ekki fyrir að starf áhrifavalds væri eitthvað sem gæti orðið eitthvað hérna fyrir 20 árum, eða valla, þú veist, eða hvaða nú En svo bara gerist það og við höfum verið að grínast að, þú veist, fólk verður að reyna að finna sig í öllu þessu tilgangsleysi og þá verður ef þú ert með hérna bátsferðir, jógabátsferðir, þá verður það rosa vinsælt eða hvaða nú Þú veist, þannig að það verður fundið einhver flutur á þessu. En það kannski, og það ómögulegt fyrir okkur að sjá þetta almennilega í dag, það ekki hægt. Nei, það gott bara, ég meina ef þú missir vinnuna þá gerir ég ráð fyrir að þú fer bara OnlyFans eða eitthvað. Það aldrei að vita. Dagur Kristjánsson, kærlega velkominn. Takk kærlega. Hvernig ertu? Ég eldhress. Það ekki. Þú ert, hvaða stöðu ertu í hjá Visku? Og kannski segja ykkur líka hvað Viska Já, ég sem sagt framkvæmdastjóri og einn af meðstofnendum Visku sjóða og starfa á fjármálamarkaði í 20 ár og hérna svona í hinu og þessu en í dag erum við sem sagt með félag sem að rekur 2 sjóði og við pælum mikið í heiminum og hvernig heiminum að breytast og það svona verið sérstakur fókus hjá okkur að horfa til gervigreindar síðastliðin 2 ár og reyna átt okkur á því hvað áhrif gervigreindin hefur á fjárfestingalandslægið, hvaða svona tækifæri hægt að finna út úr þessu og hvað atvinnugeirar eru spennandi og hverjir kannski verða fórnarlömb að þessum breytingum og svona í þessari vinnu þá endum við með að stofna sjóð sem að fjárfestir í innviðum gervigreindar eins og við köllum það og erum svona að horfa á þá þætti sem við teljum verða hvað svona mesti beneficiaries eða græða á þessari tækni. Og það svona mikið orku innviðir, svona hardware í gagnaver, hrávörur og svo framvegis. Og svona í þessari vinnu og þá höfum við þetta kynnt okkur málin vel og kafa djúpt og í rauninni niðurstaðan bara að þetta að fara að breyta heiminum meira en nokkuð annað sem ég hef nokkurinn séð. Og þannig að ég hef svona, og við höfum verið að, fyrsta lagi þetta bara að horfa á þessum fjárfestingartækifærin, í öðru lagi maður náttúrulega bara nátt að segja hvert heimurinn að fara. Og ég hef kannski, eins og þú þekkir, verið að skrifa ýmis mál og fjalla ýmis mál, tengt þessu líka bara á samfélagið og það sé svona eitthvað sem áhugavert að fara yfir. Já, ég sammála því og ég náttúrulega, sko, ég byrjaði að kynna mér þetta árið 2017 þegar gervigreindin svona að koma inn og þeir svona sem eru með mestu sérþekninguna voru að tala það að þetta myndi koma til með að breyta mjög mörgu. Það var ennþá þannig eins og í dag, þar sem jafnvel þeir sem eru í fremstu röð ekkert eitthvað með sérstaklegan svona mikinn skilning á því hvert þetta mun leiða sem kannski svona áhugaverðasta. En það eins og þú segir, það að koma svona betur í ljós að þrátt fyrir að við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta mun koma til með að breyta samfélaginu að það orðið mjög augljóst að þetta mun koma til með að breyta með samfélaginu mjög mikið. Bara vitum ekki nákvæmlega hvernig það verður. Og þú hefur verið að gagnrýna íslensk stjórnvöld og kannski stjórnkerfi í heild sinni að vera ekki svona nægilega kannski nægilega vel undir búið en líka bara að gera sér grein fyrir breytingunum. Af hverju það? Sko ég held að við séum bara ekki að átta okkur á því hvað heimurinn breytast mikið og að forsendurnar sem verið að gefa sér séu rangar í svo mörgu. Við getum tekið, það verið að horfa á fjárfestingarverkefni sem einn þau stærsti í Íslandssögunni, borgarlínu sem dæmi, miðar að ákveðnum forsendum sem að mínum að þetta úrildar. Það var verið að gefa út atvinnustefnu til 10 ára núna nýlega og í grunninn ekkert fjallað áhrif gervigreindar á vinnumarkað í 10 ára atvinnustefnu sem algjörlega frálegt í mínum huga. Þetta eru svona 2 einföld dæmi hvernig mér finnst það hægt að kalla þetta forsendukreppu eða forsendurnar sem fólk gefur sér, hið opinbera að gefa sér, að mínu viti kolrangar og þetta kemur inn á mannfjölda þróun sem dæmi og við höfum búið í svona þeim heimi að það hefur alltaf verið talað að við þurfum að fjölga fólki til að standa undir okkur, þjóðin að eldast, við munum þurfa fleiri vinnandi hendur, svo núna tækni sem einfaldlega þannig að hún að fara að gera meira fyrir minna. Það að byrja í skrifstofustörfum, það fer yfir í róbota, það verður þá verklegstörf líka og við munum geta gert meira fyrir minna. Þannig að við munum ekki þurfa jafn margar vinnandi hendur eins og fólk hefur talið og allar spár byggja á þessum grunni sem í rauninni úreldur. Þetta finnst mér mjög svona
eitthvað sem ekki talað og ekkert fjallað í þessari blessu atvinnustefnu sem dæmi. Nei, ég vil langar að byrja á atvinnustefnu út af því að við höfum smá ágreining þannig með mannfjölda dæmi sem ég held að vera gaman að reyfa. En ef við byrjum á atvinnustefnu, ég var með Hörð Ægisson og Konráð Guðjónsson fyrir 2 dögum og þar var ég að segja að mér hættur svolítið skrítið þegar það væri svona mikið að breytum á Reyki. Ég man ekki hvort ég hafa nefnt gervigreindina en ég ætlaði að gera það. Ég nefndi einmitt að við erum með kosningar fyrir sveitarstjórnarkosningar, kosningar ESB aðild, mikla óvissu í öllu hagkerfi heimsins, óvissu í hagkerfinu á Íslandi með óvissu hvað varðar verðbólgu og fleira og svo erum við gervigreind í ofanálag. Þannig ég var einmitt að segja, ekki svolítið skrítið að koma með atvinnustefnu núna. Sko óháð því hvernig hún verður og þeir töluðu báðir það að nei, það er gott að vera með eitthvað svona viðmið og fleira en ég hugsaði alveg svona út frá því einmitt sem þú varst að segja, ég var svona mista skrítið út af því að það breyttu forsendur sem að við munum þurfa að horfa upp á eru kannski ekkert sérstaklega vel til þess fallnar að vera með einhverja harðvíra stefnu núna, sérstaklega með við það þegar að ósveigjanleiki ríkisstjórnarinnar hefur verið svo mikill eins og raun ber vitni þar sem að bara nei, plan að virka, atvinnustefnan svona, við ætlum bara að halda áfram svona og ég bara, þetta mun ekki halda vatni jafnvel næstu 2 árin sko. Ég held að planið sé klálega ekki að virka, við sjáum það. Þannig að sko, það einfaldlega bara mikilvægt að uppfæra sig og færa sig inn í raunveruleikann. Ef við lesum bara það sem að færasta fólk heims að gera og að segja, við erum að sjá dæmi þess að fyrirtæki nú þegar úti og við sjáum þetta í Bandaríkjunum mest svona til að byrja með, hefur verið að skera niður 40% starfsfólki sínu, tökum Jack Dorsey sem að stofnaði Twitter, sem er X í dag. Hann reyka fjártækni fyrirtæki Block, hann segir 40% af starfsfólkinu og ástæður þess aukin framleiðni aukning vegna gervigreindar og einhverjum myndi segja, já, gengur ekki bara svona illa hjá honum og þess vegna þarf hann að segja fólki, en það hefur eiginlega aldrei gengið betur í fyrirtækinu. Þannig að þetta ákvörðun, þrátt fyrir góðan gangi í fyrirtækinu og þetta raunveruleiki. Og ég get sagt bara dæmi hvað við erum að gera hjá okkur í Visku. Við finnum það að við erum að auka okkar framleiðni, við erum að auka okkar afköst. Við erum búin að þróa gervigreindar þjón eða AI agent sem okkar svona greiningar starfsmæður. Við fáum greiningar skýrslur frá öllum að stærstu svona bönkum í heimi og fjármálastofnunum á hverjum einasta degi og þetta getur verið 10 og yfir 100 skýrslur á dag þar sem að þessi þjónn fer yfir þær og þetta mjög ítrað ferli sem búin að taka langa tíma og kemur með svona samantekt fyrir okkur á hverjum degi það sem snýrað okkar fjárfestingum og okkar áhugasviði. Þetta myndi taka 2 junior greiningaraðila sem ég hefði þurft að ráða í vinnu, örugglega allavega 2 þannig til að gera þetta hverjum degi fyrir okkur. Og örugglega miklu fleiri ef þetta eru margar skýrslur, þetta væri 100 miljóna batteri. Já, þannig að sko þetta lítið fyrirtæki eins og okkar að geta gert. Þetta mjög lítið dæmi, stór fyrirtæki að gera þetta á miklu stærri skala og þetta eru þessi skrifstofustörf, þessi alls konar greiningastörf, svona þeir kalla entry level white collar jobs eða svona við sjáum þetta og talar við lögfræðinga á lögfræðistofum, þeir segja allir þeir eru að fara að vera með færri starfsmenn eftir 1 ár en í dag, skilurðu. Þannig að þetta bara raunveruleiki sem við búum við og það þarf að horfast í augu við hann. Í þessu munu þetta félagstækifæri, það munu skapast ný störf, en það einhvers konar umbreytingatímabil allavega eins og ég horfa á það, þar sem að störfin tapast hraðar en þau nýju verða til. Skilurðu hvað ég meina? Þannig að, og það eitthvað sem við þurfum að hugsa Við þurfum að uppfara svolítið hverjir eiga styrkleikar fólks að vera, hvaða menntun á fólk að fá sér, hvaða sviði ætla þú að einbeita þér að. Því að það margt að verða úrelt og þá þurfum við að bæta okkur á öðrum svið. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ég var með þetta, það var greining á starfi fyrirtækja, ég man ekki hvort þessi verið hugbúnaðarfyrirtækja eða tölvufyrirtækja almennt eða hvað nú var.
það var tekin sérstaklega vesturströnd Bandaríkjanna sem náttúrulega Kalifornía og San Francisco og þetta dót. Og þar voru þeir að segja að með við skona, innan þessara geira, tölvugeirans, að þá hefur þeir fækkað starfsfólki eitthvað kringu 16% en framleiðslu aukning hefur verið 11% og þetta var held ég á síðastliðunum 6 ársfjórðungum. Þannig að þetta 18 mánuðir sem þar undir og svo einhvern veginn þegar maður pælir líka í hvað þetta að gerast hratt að þá eins og þú segir sko, þá svolítið skrítið svo við nefnum aftur atvinnustefnuna, að vera að setja svona plagg á laggirnar fyrir næstu 10 árin. Já. Þetta út af því að maður hefur svolítið verið að kalla eftir svona kínverskri nálgun það svona hvað ætlaðu að vera eftir 30-40 ár og þetta kannski skrefi átt að því en maður aftur á móti samt sem áður líka svona, en við þurfum að vera gríðarlega sveigjanleg þá sko. Ég sammálaði með þessa kínversku nálgun og ég hef stundu sagt að þetta sé einhverju liti galli við lýðræðið eins og við búum við að það einhvern veginn alltaf hugsað sko max 4 ár í senn að meðan að kínverska leiðin svolítið að hugsa 50 ára fram í tíman. Þannig að við erum ekki með stefnu í fullt af málum og ég alveg sammála. Þú veist, ég hef fullt af samúð með stjórnvöldum að vera að búa til 10 ára atvinnustefnu í dag. Þegar þú stendur frammi fyrir mestu breytingum sem heimurinn hefur séð á vinnumarkaði allavega frá okkar lífsleið og örugglega þó við að vera leitað. Þannig að það ekki eins og þetta sé eitthvað auðvelt verkefni. En það sem að orðið ljóst og við erum að heyra hvern sérfræðinginn á þetta höfum talum, við erum að sjá þetta í okkar eigin vinnu. Ég verði eiginlega að taka eitt dæmi sem ótrúlega áhugavert að vinur minn var hitti nýlega ferðamann frá Kaliforníu sem var hjón sem voru bæði að vinna fyrir Google og konan var að vinna á fjármálasviðinu í svona flottu starfi þar og augljóslega búin að ganga vel og verið í mörg ár. Nema hvað hún segir, hann að ræða við hann gervigreind og hún segir já, svo ég byrjuð í sálfræði samhliða vinnunni minni. Og nú akkur, já, vegna þess að ég sé það að ég verð ekki með vinnu eftir nokkur ár. Ég sé það að ég að gera sjálfum mig úrelda. Og hún ennþá skiluru, þú ert búin að fjárhagslega vel stæð, búin að vinna hann í mjög langa tíma, en bara sér sig vera úrelda starfið sitt. Þetta alveg ótrúlega áhugavert og þetta einhvern veginn að koma úr innsta hring í einu, úr Kaliforníu, úr Google skiluru. Þannig að ég held að þetta svona lýsandi dæmi að þetta ekki bara einhverjir toppar að segja, sem að selja eitthvað produkt og segja sko að þetta verður geggjað en þetta ekki. Þú veist, þetta bara líka þarna fólk sem að sjá heiminn sinn breytast og akkur hún í sálfræði, hún að horfa á mannlegi þátturinn það sem við þurfum að fókusa meira á og það eru aðrir styrkleikar sem við þurfum að nýta og breyta menntakerfinu, breyta fókusnum til þess að takast á henni að breyta heim. Já. Ég áður en við förum einmitt í svona heimspekina mannfjöldaspá og fleira. Það líka sko því við erum svolítið að tala um þetta í 30-fötunum. Mér finnst það oft vera svolítið vandinn við það þegar fólk að tala um gervigreind, það bara svona, þetta að fara að breyta öllu og ég myndi sagði þetta við Gumma Hafstein sko, hann einmitt að segja mér bara þetta mynd breyta öllu og ég segi við hann, hvernig? Ég veit það ekki. Nei og ég ætla ekki að sitja hér og segjast vita nákvæmlega hvernig heimurinn verður. Það alls ekki þannig, en það sem ég hins vegar sé þetta að mínu viti augljóslega mesta umbreyting sem við höfum gengið í gegnum á okkar lífslið. Mér finnst það blasa við. Og það var einmitt ástæðan fyrir ég vildi tala svona praktísku atriðin sko. Ég get líka yfirfært að þú varst að tala um ykkar agent sem að sjá mikið af starfi sem hefði þurft áður örugglega 5-6 starfsmenn í það minnsta með við þá svona þau afköst sem þetta skila af sér. Þessi starfsmaður sko vinnur alla sólarhringinn og kvartar aldrei líka. Nákvæmlega, og hann ekki mannestjóri og ekki drama og hann sefur ekki hjá einhverjum yfirmanni. Það lítið vesen á honum. En það sama ég get bara sagt það, þú veist, út af því að það sem ég líka alltaf að reyna að gera í því að þegar ég að vinna mitt efni, ég meina, ég væri með grafískan hönnuð, ég væri með hljóðmann, ég væri með myndvinnslumann, ég væri með fullt af fólki í vinnu bara til þess að sinna þessum afköstum. Já. En út af því ég alltaf bara að spyrja gervigreindina allavega svona viku fresti, bara heyrðu, eitthvað nýtt sem ég get notað, eitthvað nýtt sem ég get notað. Og það eiginlega alltaf eitthvað nýtt, ég alltaf að tvíka til, ég alltaf í þessum 1,2 afköstum. Það bara, þú veist, ef ég að bæta mig 20% af einhverju sviði, að þá ég alltaf að skila meiri tíma sem ég get á eitt meira í það, ég myndi bara að taka viðtölum sjálf. Og í þessu felast tækifærin. Já. Að sko, litlir aðilar, þar að segja sem eru með lítil fyrirtæki og jafnvel einsmanns fyrirtæki, geti allt í einu orðið mjög afkasta mikil og það eru tækifæri þannig að sko í staðin fyrir að vera eitthvað lítið tannhjól í risa vél sko þá getur þú gert rosalega mikið bara 1 eða 2 eða eitthvað slíkt. Ég meina við viskurum basically 4 starfsmenn í dag og
og gerum mjög mikið, í rauninni miklu meira en 4 starfsmenn gátu gert fyrir 2 árum sko. Og það er það sem ég langaði að koma inn á sko, með þessi sko, persónulega afköst. Og við ræddum þetta þessi símanum í gær, þar sem að við erum á svona ákveðnum vatnaskilum varðar sko, persónulega afköst, og það eins og ég hef lýst þessu sko, þá er búið að fletja út, í rauninni það er búið að jafna grundvöllin gríðarlega. Það er að segja að fólk hefur aðgengi að ótrúlegri tækni og getur þá aukið sín persónulega afköst á mjög svona, eins og þú vorst að segja, persónulegum sviðum, eða jafnvel bara 4 sem eru kannski með afköst á við 30 manns áður. Já. En svo er líka svona ákveðnir svona hugmyndafræðilega rangar af þessu í sambandi við ójöfnuð, þar sem að fólk sem að kannski að skila af sér afköstum, tölum bara í allskins nauðsynjum og annað, sem að við þurftum gríðarlega mikið, sem voru mannaflsfrek og annað, að þeir eru alltaf inn að missa vinnuna. Þannig að bæði þetta búið að jafna grundvöllin, en líka skapa það að ójöfnuður geti orðið gríðarlega mikill mjög hratt. Já sko, það sem þetta gerir að þetta skapar tækifæri fyrir nánast alla til þess að tilengja sér þessa tækni, en svo kannski fólk gott í að gera það, og þeir sem virkilega ná tökum á gervigreind og ná að tilengja sér gervigrindina, þeir auka sín afköst verulega á kostnað svolítið hinna. Og þetta svona eins og dæmið sko, þú varst með 10 manna forritunarteymi og svo kannski núna með tilkomu gervigrindarinnar þá nóg að vera með 2 sem eru búin að margfalda afköst sín með tækninni, og hinn 8 þurfa að fara að finna sér eitthvað annað að gera. Þannig að það getur verið rosalega gott fyrir þessa 2 og mjög slæmt fyrir hinna. Mögulega geta þeir svo farið og stofnað fyrirtæki einir eða einhverju 2 saman og gert eitthvað annað og nýtt tæknin í það. Þannig að það upp úr þessu koma alls konar tækifæri og fólk þarf að finna sér aðra leiðir til að hafa í svo á. En ég held hins vegar að við gætum alveg séð það mikið svona umrót að ríkið muni þurfa að koma til og hjálpar svona fleiri og fleiri með einhvers konar borgaralaunum eða bara atvinnuleysisbótum sem heitir, þú veist, í rauninni. Og þess vegna þarf að huga að þessu, hvernig eru velferðarkerfin okkar stillt inn á þessa sýn. Auðvitað, svona, ef við horfum til lengri tíma, þegar við erum búin að finna jafnvægið, við erum búin að skala upp tæknina þannig að það verður hægt að framleiða allt meira fyrir minna, fá mat, fá meiri orku, meiri mat, meiri nauðsynjar fyrir okkur til að lifa. Þá umverulega kannski bara benefitið eða kosturum við þetta allt að það meiri frítími fyrir alla. Við munum ekki þurfa að vera í vinnun allan daginn. Það gott fyrir suma og sumir vilja vera í vinnun allan daginn og það ekki, en sumir geta bara orðið rosalega góður í golfi allt í einu og haft tíma fyrir það og einhvern veginn samt náð að draga fram lífið á einhvers konar borgaralaunum með eitthvað slíkt, af því að það bara nýr samfélagssáttmáli sem þarf að finna út úr. Ég er kannski komin svolítið í einhverja framtíðarsýn. Fyrir mér er þetta dystopía, sko. Ég veit að hljómar vel fyrir mörgum, sko. En þetta ég er ekki ósammálaður. En ég aftur á móti bara sem veruleiki hljómar hræðilega. Já, og ég hefur náttúrulega alltaf, ég er rosalega mikið að tala um tilgang og mér finnst svo mikilvægt, lífið snýst ekki um peninga, snýst um tilgang, það snýst um að vakna á morgnana og brenna fyrir eitthvað og hafa eitthvað að gera og að það sé einhver helst sem sakni þín ef þú mætir ekki á staðinn, eða sé einhver sem gerir einhverja kröfur á þig. Það er ekkert gaman að vera bara heima og hafa ekkert að gera. Þannig að ég er sammála, það verður samfélagslega krefjandi vandamál við þessar breytingar. Mér finnst það blasa við. En við höfum áður lent í því að fólk var á ökrónum og þurfti að fara að vinna í skrifstofuvinnum og fólk var í þessu og hinnu og við fundum út úr því. Og við megum ekki gleyma því að þessi tækni, hún er að fara að geta gert líf okkar miklu, miklu betra. Við munum geta fengið meira fyrir minna, við munum ekki jafnvel þurfa, sum hver allavega, að hafa jafn mikið fyrir lífinu, eins og er mjög erfitt hjá mörgum. Þannig að það eru kostirnir, en auðvitað er erfitt að ná hausnum utanum þetta. Og svo er það líka þannig, aftur, ég sé ekki nákvæmlega hvaða störf er að fara að verða til. Það verða fullt af nýjum áhugaverðum störfum til. Við sáum ekki fyrir að starf áhrifavalds væri eitthvað sem gæti orðið eitthvað hérna fyrir 20 árum, sko, eða valla, þú veist, eða hvaða nú er. En svo bara gerist það og við hefum verið að grínast að, þú veist, fólk verður að reyna að finna sig í öllu þessu tilgangsleysi og þá verður að þú ert með hérna bátsferðir í jógabátsferðir, þá verður það rosa vinsælt eða hvaða nú er. Þú veist, þannig að það verður fundir einhver flutur á þessu.
En það kannski, og það ómögulegt fyrir okkur að sjá þetta almennilega í dag, það ekki hægt. Nei, það gott bara, ég meina ef þú missir vinnuna þá gerir ég ráð fyrir að þú fer bara OnlyFans eða eitthvað. Það aldrei að vita. Ég eins og ég segi sko, og þannig erum við, út af því að eins og við vorum að byrja sko, þá þetta í 30 fetunum og svo erum við komin með þessi praktist eðli, bara það hvernig ég ekki með neina hugbúnaðarþekkingu, ég ekki með neitt af svona, ég kann ekki að kóða eða neitt, en aftur móti þá líka hjálpar gervigreindin mér að nota gervigreindina. Það að segja gervigreindin eykur mín afköst með því að láta mig ekki þurfa að vera með greiðanlegan skilning á það hvernig hugbúnaðurinn sjálfur virkar og því ég bara veit að hann virkar. Og það var eitt reyndar talandi þetta og út af því að þetta flettir svolítið inn svona sín ríkisstjórnarinnar, út af því að núna var Bill Barney með erindi, það voru samtök iðnaðarins sem að buðu í grósku á erindi, þar sem að Bill Barney sem að meðal hans kom hingað fyrir ekki svo löngu og Logi Már Einarsson og fleiri tóku þátt í svona panel eftir á eða pallborði. Og það sem að mér þótti svo áhugavert og þetta stakk mér svo mikið, ég bara kemur sér ekki út úr hausnum, en hann sagði þetta í svona ákveðnum bara svona umræðum, bara einhver svona flimtingsleysi og var ekkert mikið meira rætt, en hann sagði að til þess að takast á við gervigreindina sem að væri að koma til með að hafa gríðarlega áhrif á okkar líf, að þurfti almenningur að skilja það. Ég hugsaði með mér, Guð minn góður, þetta örugglega versta veganesti sem hægt að bjóða þjóðinni upp á í þessar gríðarlegu samfélagsbreytingar sem að fara í þessu stað, einfaldlega út af því að þeir sem jafnvel í toppunum að reyna að skilja þetta, þeir skilja þetta ekki sjálfur. Þannig það að ætla sko að fá að nýta gervigreindina undir þeim formerkjum að við þurfum að gera það hægt út af því að almenningu þurfa að koma til með að skilja það svo ég fá að sletta algert lunacy. Ég sammála, ég sé ekki, það augljóslega ekki leiðin í mínum huga. Við verðum að reyna að taka utan þessa tækni og finna út úr henni, þetta krefjandi, en sko við sjáum í stórum fyrirtækjum út í heimi, þá sem sagt yfirmenn ofta að mæla sko token use eða sem sagt hvað eru starfsmenn hjá þeim að framkalla mikið af fyrirspurnum inn í gervigreindina og þeir eru að tryggja að þeir nota hana, þeir vilja í rauninni að starfsmenn sem nota hana sem mest og mæla token use á hver starfsmenn nota gervigreind mikið. Þannig að það verið að sko neyða eða láta fólk og það náttúrulega skapa hvata kannski á rétta orðið. Þannig að ég held að það sé það sem að við þurfum og ég oft sagt þetta sko, gervigreindin tekur ekki starfið þitt, fólk sem kann að nota gervigreindina tekur starfið þitt, skiljum mig. Þeir sem nýta sér tæknina til að auka sín afköst og sína framleiðni munu komast yfir meira og kostnað annara. Þess vegna það keppikefli fyrir alla að byrja að nýta sér þessa tækni og það eitt ráð sem ég ætti að gefa í svona þætti, þá það að byrja að tilengja sér þessa tækni, nota Claude módelin, nota OpenAI módelin, bara byrja að prófa, byrja að fikta, spurja og sko stærsta hindrunin hugmyndaflugið þitt. Þú getur komist að öllu með þessum tólum. Þú þarft bara að hafa svona hugmyndaflugið í að spurja og finna út úr því. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið
tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Já, og það er einmitt ástæðan fyrir því að mér þótt þessu sérstæð. Þetta er sérstakur þangagangur á svo mörgum sviðum. Bæði með þetta að gera einmitt eins og þú nefnir sko að sé setta svona ákveðnar skorður í það að þú eigir ekki svona, skilur þetta ekki alveg og þá kannski ættir ekki að vera einhvern veginn að tilenga þetta en líka sko það að við erum með eitthvað svo óskiljanlegt fyrir bara eins og gervigreind að telja okkur í trúum það að við getum einhvern veginn stöðva. Mér finnst pínu svona eins og að þú sért að sjá ölduna koma yfir heimilið þitt og í stað þess að flýja þá ætlar að setja hendina upp á móti. Akkurat. Þannig hún kemur hvað sem og hrifsaði með. Sko. Og fólk þarf alltaf, maður er ofta að hugsa sko, já, verður ekki hægt á þessari gervigreind, verður ekki, mun ekki yfirvöld stíga inn og stoppa þetta. Þú veist, mér finnst bara augljóst svar við því er nei. Vegna þess að þetta er vopnakapphlaup. Þetta er keppni á milli stærstu ríki í heimi og þá eru Bandaríkin og Kína í sérflokki þar. Og þetta er náttúrulega bara sá sem er bestur í gervigreind verður bestur í heimi. Bestur í vopnum, bestur í stríði með besta efnahagskerfið og svo framvegis. Af því að þetta er bara keppni að sækja sér bestu þekkinguna. Og við erum á svona hraðri leið með að komast á stað sem er superhuman, bara það sem að greind er orðið langt umfram það sem menn geta gert, þú veist, og það er líka alveg svona smá svona ókveikjandi sko, en að því við áttum okkur bara hreinlega ekki á því hvað það þýðir. En það er algjörlega ljóst að þau eru ekki að fara að stíga á bensíngjöfinni, þessi lönd eins og Bandaríkin og Kína, á meðan að Evrópa er kannski bara mögulega að setja lög og engin gervigreindar framþróun á sér stað þar. Það er svolítið trendið hjá þeim. Og það er einmitt bara svona eiginlega mín seinni gagnrýni einmitt á þegar að Logi segir þannig að við þurfum einhvern veginn að ná, sko þetta er svo fyndið líka út af því að mig minnir að þetta sé fyrir kosningar 2021 þegar að gervigreind var ekki komin jafn mikið svona upp á sjónarsviði að þá nefnir Logi Már þetta fyrrabragði. Sko, Áslaug Arna var náttúrulega búin að vinna einhverja vinnu og hann tekur síðan við að henni náttúrulega núna en það er hún sem að gerir þessa vinnu í upphafi. Já, en var það ekki svona eftir þessar, var hann ekki dómsmálaráðherra hann á undan og svo tók hún við því árið 2021. Ég held nefnilega sko að hann nefnir þetta fyrrabragði og þá hafði ég mikið verið að pæla í gervigreind eftir svona á svona árunum 2017-2021 og hann nefnir þetta fyrrabragði og ég hugsaði svona mér finnst þetta mjög skemmtilegt að setja pæla í þessu en ég heldur reyndar að þetta sé ekki að dagskrá núna sem þetta var í rauninni ekki fyrir en svona 2022 þegar þetta fyrir svona alveg að springa en þess vegna finnst mér skrítið að hann sé að segja þetta núna út af því að það er mín seinni gagnrýni á þetta er að hann er í rauninni að segja sko að við þurfum einhvern veginn að vera að halda þessu til hliðar við okkur og að stjórnvöld þurfum einhvern veginn að ná skilningi utan um þetta og mér finnst það í rauninni vera miklu hættulegri vegferð að vera einhvern veginn sko að við erum að fara niður við erum að fara á skíðum niður einhverja erfiða brekku og að við ætlum einhvern veginn að gera það blindandi til að við séum ekki örugglega sko upplifa nákvæmlega eins og við viljum ekki upplifa. Ja, algjörlega sko, en það er alveg búið að sko hugsa svona hluti eins og að við erum að passa íslenskan týnist ekki í þessu módelum og svo framvegis sem er gott og mikilvægt en stóra myndin er bara áhrifin á líf okkar. Þau mál hafa ekki verið áhrifin á vinnumarkaðinn og þar alveg áhrifin á velferðarkerfið, áhrifin á efnahagskerfið og svo framvegis og svo framvegis. Þessi mál hafa ekki verið rædd í þessum skýrslum. Þetta er meira tryggjum að íslenskan fái framgang inn í mállíkönum sem er bara gott og gilt sko, en stórumálin er ekki tækluð sko. Það er svolítið það sem ég er að gagnrýna. Já, en tölum það í lausnum. Hvernig myndir þú, út af því þú pælir mikið í þessum málum? Já. Það væri bara með, sem þú ert með núna, bara eyru ríkisstjórnarinnar. Hvað myndir þú segja við? Sko, fyrsta skrefið og svona einfaldasta skrefið sem ég myndi vilja gera er að ég ætla ekki að segja starfshóp, ég myndi segja taskforce, skipa sveit af bara mjög fámennu fólki bara inn í forsætisráðuneyti sem myndi fara inn í eina stofnun, 1 til 2 stofnanir og innleiða gervigreindalausnir og getur tekið bara til dæmis tryggingastofnun sem dæmi. Það sem verið að afgreiða
endalaust af umsóknum, sambærilegum umsóknum, þar sem þú gætir farið og búið til sjálfvirknivætt ferla og spara gríðarlegan kostnað og auki skilvirkni með bara svona mjög stuttu tíma markmiði. Þetta ekki eitthvað 3 ára plan með nefnd, þetta bara 3 til 5 manna taskforce sem fer bara inn og innleiðir þetta. Og svo getum við tekið málin áfram. Við erum með lönd sem eru byrjuð í svona verkefnum. Eistland eitt dæmi sem hefur svona lagt mikla áherslu á stafræna stjórnsýslu og svo framvegis og eru svona búin að leggja áherslu á þetta. Sameinuðu arabísku furstadæmin eru líka að keyra á svona prógram núna og eru að tala bara sko ná einhvers konar 50% hagræðingu í ríkisrekstri á nokkrum árum, á 2-3 árum sko. Þannig að það eru lönd komin hana. Við erum lítið land, við eigum ekki að brugðast hratt við, en því miður þá erum við föst í umræðum ESB og ég veit ekki hvað og það er engin fókus á þessu og það hefur verið það sem ég er að gagnrýna. En Gummi Hafstein sagði hérna bara að hann hafi verið í rauninni í fararbroddi því að reyna að samfara ríkisstjórnina það að taka þátt í sjálfvirknivæðingu bíla. Já. En hann hafi bara fengið eða nei, út af því að ríkisstjórnin, ég veit ekki, man ekki nákvæmlega hvernig ferlarnir voru, en ég minna hann sagði samt sem aður að þarna hafi verið bara í rauninni gefið svona augljóst merki það að ríkisstjórnin væri ekkert spennt fyrir því einhvern veginn að takast á við lausnir, sérstaklega út af því að við erum smá og ætti að vera auðvelt einlega og gætum verið í fararbroddi í þessu. Sko við verðum að hugsa þessi mál og ég held sko að mér fannst ágætur maður Larry Fink, forstjóri BlackRock, orðaði þetta nokkuð vel. Hann sagði þetta fyrir svona 2 árum síðan, 1,5 ári síðan. Hann sagði þau lönd sem er ekki að fjölga eða jafnvel glíma við fólksfækkun muni vegna best í þessum umbreytingarfasa og þannig að það eru komnar einhverja pælingar hvernig eiga lönd að bregðast við hlutunum. Mér finnst við ekki vilja bregðast við hlutunum eða við erum svolítið að taka strútin eins og ég kalla það. Það er bara hausinn settur í sandinn og vonað besta. Það er ekki góð strategía. Við verðum að huga að þessum málum. Við verðum að, ef við tökum bara eins og sjálfkeyrandi bílana, þú veist, það er eitthvað svona disruption sem tengist því. Þetta er bara raunveruleiki sem er að koma og er komin á fullt af stöðum. Ef þú horfir til Bandaríkjanna, horfir á Waymo, sem er auðvitað Google fyrirtæki, það er búið að tífalda ferðirna sína núna á 2 árum. Það er að fara 500.000 ferðir á viku, voru 50.000 fyrir 2 árum. Þetta er bara að fara að aukast, þetta er að fara upp í 1 milljón núna bara á þessu ári og þú veist, þetta er auðvitað á afmörkuðum svæðum í dag, það er að byrja að prófa niður í London, það er að byrja að prófa niður í Tókjó, þetta er bara spurning vilja. Þessi tækni er komin til að vera, hún er betri heldur en manneskjur að keyra bíla og hvernig get ég sagt það? Jú, tryggingafélög sem að tryggja ökutæki í Bandaríkjunum, þú borgar svona 30-40% lægri tryggingar á sjálfkeyrandi bíla versus bíla keyrða fólki. Hvers vegna? Vegna þess að það er minni hætta, það er minni tjónum og það er einfaldlega bara betra, tryggingafélag er ekki að gefa peninga sko. Þannig að það segir allt sem segja þarf. Þannig að auðvitað geta komið einhverja séríslenskar aðstæður og það geta verið hálka og allt þetta, þá bara finnum menn út úr því. Við munum ekki finna út úr því ef við ætlum ekki að prófa þetta. Nei. Hvernig förum það aðeins til Bandaríkjanna, því að þar er þetta eins og þú ert að segja, þeim er að takast best til, varðar gervigreindina sjálfa, Kína stendur fremst í svona þessari róbótavæðingu, Evrópa situr pínu eftir. Algjörlega. Og það er í samhengi við regluverkafargan sem að þeir eru náttúrulega sjálfur búin að viðurkenna að sé ástæða þess að þeir eru að fara undir 50% af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna eftir örfá ár, þrátt fyrir það hafi verið kringum 95% fyrir hans örfáum árum. Við að sjálfsögðu sem já, hvað skrifa ég undir, ég ætla að ganga henni inn, sem er einhvers konar rannsóknarefni náttúrulega. En árinu kannski fyrir til Evrópu, höldum okkar sem Bandaríkin, sko, þetta kapplaup, róbótavæðingi betri í Kína, málíkönun betri í Bandaríkjunum, af hverju er þetta? Sko ég held róbótavæðingin er handað með hornið sko á alvöru skala, þú veist, allstaðar, í Bandaríkjunum og í Kína. Þú veist, ég held að fólk þurfa ekki að bíða mjög lengi þangað til að róbótar eru farnir að sinna mikið af verklegum störfum. Við skulum náttúrulega átta okkur á því að það er munur á Bandaríkjunum og Kína hvað eitt sérstaklega varðar, að Kína vinnur svolítið með 996 sem er sko vinna frá 9 til 9 6 daga vikunar
og það engin lokmálla, það engin griðu gefin, það bara keyrt á þetta, þannig að auðvitað eru afköstin bara meiri. Það mjög skýr stefna hjá stjórnvöldum og svo framvegis, þannig að ég held að Kínverjar munu auðvitað taka yfir á mörgum sviðum út af því að þeir einfaldlega eru með skýra sýn á hvert þeir eru að fara og leggja harðar af sér en kannski mörg vestræn lönd gera. Þannig að það er ekki stytting vinnuvikuna þar. Það er ekki stytting vinnuvikuna þar og ég held að það sé ekki í kortunum. En sko, það er hins vegar fullt af góður þróun eins og í Bandaríkjunum hjá Tesla og fleirum í róbótavæðingu og það er ekkert langt í það verður allir konum með aðstoðarmann á heimilið, hvort að maður heiti Optimus frá honum Elon Musk eða eitthvað annað, og það verða orðnar sko skilvirk eitthvað svona rútinerar herbyggisternur á öllum hótelum heimsins sem eru vélmenni og svo framvegis. Þetta fólk sé ekki alveg átt að sjá því hvað hlutinir að fara að breytast mikið. Ég meina, ég talaði, þú veist, velmenn að fara að geta leyst alveg ótrúlegustu verkefni með þessari gervigreind. Þú ert fann að setja þennan heila í þennan líkama, vél líkama, það getur að fara að leysa ansi mikið af verkefnum. Það bara blasir við og það er þegar að byrja að gerast. En þessi munur, ertu með á milli landanna? Já, ég meina það er þú veist, ég meina ég myndi bara segja, ég held að Kínverjar séu ekkert langt á eftir sko Bandaríkjunum í málleikunum. Þeir eru allavega mjög góðir að elta. Þeir eru náttúrulega með þetta DeepSeek, það er að taka þetta stór stökk fram á við. Já, og einhvers var ég að lesa að DeepSeek á að vera orðið besti í íslensku núna, betri en nokkuð annað, sem er mjög skrítið eða fyndið, verandi kínverskt módel, en hérna, þannig að það er allavega jákvæmt fyrir íslenskuna, það er hægt að nýta hana í þessu, en ég veit ekki, ég meina, Bandaríkin eru þetta bara með ótrúlega langa sögu af sko þessum skilvirka kapitalisma inn í Silicon Valley, þar sem að verið að fjármagna verkefni og þeir eru velunnað fyrir að taka séns og reyna og þetta svona entrepreneurial spirit eða þetta frumkvöðla hugafar er svo mikilvægt og ég kannski átta mig ekki fyllilega á því hvernig það er í Kína sko, það er líklega aðeins miðstýrara sem er mögulega ekki gott, þannig að just, það er greinilega kostur og gallar, en ég meina bæði þessi lönd eru algjörlega að bera af og ég held að þau verði bæði leiðandi á þessu sviði, hvort sem það heitir róbótar eða málíkun. Þá hérna að tala um það að þetta sé svona ákveðin fjárfestingabóla, fólk tala um það að þetta sé offjármagnað og þetta muni koma til með að springa einhver tíman, aðrir tala um það að það er svo mikil þörf á fjárfestingum að þetta sé eitthvað sem er að fara að skila sér út af þeim aukna afköstum sem að kemur í kjölfarið. Hver svona þitt take á þetta? Fyrsta sem ég segi sko er að hérna, þetta er vopnakapphlaup og yfirvöld eru með í þessu. Þau eru að backa þetta upp. Og við höfum séð það í Bandaríkjunum sem dæmi, þar sem að yfirvöld eru hreinlega að stíga inn í hráefnisframleiðendur, sem eru auðvitað þetta snýr rosa mikið af okkar fjárfestingum eins og inn í nýja sjónum okkar, þar sem við erum bara að sjá yfirvöld stíga inn í virðiskeðjuna. Það vantar hérna rare earth metals eða þessar fágætu málma inn í alls konar þessi gagnaveravinnslu og alls konar hluti sem þarf til þess að skala upp gervigreindina. Þannig að það er verið að stíga inn í virðiskeðjuna og tryggja aðföng og það er náttúrulega ákveðin svona deglobalization í gangi eða af alþjóðavæðing, það er allir að reyna að tryggja sína hagsmuni. Einu sinni voru við byggum svona við það kannski síðustu áratugi að það var mikil skilvirkni, við framleiddum á ódýrasta staðnum og það flæddi allt bara milli landa og það gekk vel, það var mjög svona skilvirt, það lækkaði verð og svo framvegis, við erum að fara tilbaka. Heimurinn er ekki í skilvirkni fasanum, hann er að búa til meiri óskilvirkni með sérhagsmuna fasanum. Já, það er bara staðan og þetta er kannski svolítið búið einkennandi frá til dæmis COVID-tímanum, þar sem allir áttuðu sig á því að það eru kannski ekki alltaf allir vinnir og ég þarf mögulega að passa fæðuröryggi mitt, tryggja mér lyf, aðföng, hrávörur og svo framvegis. Þannig að sko yfirvöld eru að bakka upp þessa þróun út af því að þetta er vopnakapphlaup. Ofan á þetta ertu með stærstu fyrirtæki í heimi, eins og bara öll stærstu þessi bandarísku fyrirtæki. Þau eru að ákveða að verja gríðarlegum fjármunum sínum, þetta eru félög sem afla mestu tekna í heimi og þau eru að setja mjög stóran hlut og jafnvel allan í að fjárfesta í þessari tækni vegna þess að þau sjá hagsýni að gera það. Þau hafa verið að kaupa mikið eigin bréfum,
fara í alls konar aðra hluti, borga arð og svo framvegis og nú eru það að segja, við ætlum ekki að gera það, við ætlum að fjárfesta í þessari tækni eins og við trúum því að hún muni búa til verðmæti fyrir okkur. Tími mun leiði ljós af hversu góð ávöxtun verður af þessum fjárfestingum. En við getum bara horft á dæmi núna eins og Claude, eða semst Anthropic sem rekur Claude. Við erum að sjá að tekjur á Claude núna bara á nokkrum mánuðum komið í yfir $30 miljarda á ári með svo kallar run rate, þar sem núna í byrjun apríl. Það var í $9 milljörðum núna bara í desember. Þannig að það eiginlega nánast engin fordæmi fyrir jafn miklum tekjuvexti á jafn skömmum tíma og ég held að sjáu það allir, það ekki allur heimurinn að nota gervigreind. Það ekki allur heimurinn, það ekki all fyrirtæki heimsfarinn að nota þetta. Þessi eftirspurn eftir að verða gríðarlega áfram. Þannig að já, ég held að fjármagn muni áfram streyma inn í þetta. Eru einhvers staðar offjárfestingar? Já. En það er svolítið skemmtilegt að þú segir þetta því að þetta eru hlutinni sem við hugsum í okkar nýja sjóði alla daga. Hvar myndast flöskuhálsarnir? Og þar okkar svar svolítið í hráurunum sem þú prentar ekki í Seðlabankanum. Í hardverinu sem þarf til að reisa þessi gagnaver og svo framvegis. Prentar ekki í Seðlabankanum. Í orkuöflun. Við munum þurfa meiri orku í heiminum. Ekki nóg með að gervigreindin kalli á meiri og meiri orku. Heldur eins og ég kom inn á hann út af alþjóðavæðingu, þá þurfa allir að treysta sína eigin orku. Evrópa búin að gera það vel á síðustu árum? Nei. Eru þau búin að átta sig á því? Já. Þau eru búin að átta sig á því og þau eru að brenna sér trekk í trekk og treysta á alla aðra. Treysta á Rússa, núna treysta á olíu frá Miðausturlöndum og svo framvegis. Og nú eru allir að átta sig á þessu. Þannig að geirar eins og kjarnorka sem alltaf bara ótrúlegt að vera að horfa á að Þýskaland var að sprengja kjarnorku kljúana núna bara fyrir nokkrum vikum nánast eftir þessar ákvarðanir sem voru teknar fyrir mörgum árum. Afleitar ákvarðanir fyrir þegna Þýskalands, gjörsamlega afleitar ákvarðanir. Og nú allir að reyna að spóla tilbaka og Friedrich Merz, núverandi kanslari, hann segir bara þetta voru mistök. Þetta voru mistök, skilur. Og þannig að þetta heimurinn sem að fara í, það þarf að sorsa orku út af alþjóðavæðingunni, út af gervigreindinni og svo framvegis. Þannig að eflaust eru offjárfestingar í ákveðnum hlutum. Við sjáum það að það verða ekkert öll módelin sigurvegarar. Og það einmitt eins og við horfum á í okkar sjóð, við fjárfestum ekki í módelunum. Við erum að horfa undir húddið, hvar eru flöskuhálsarnir, hvaða hráefni þarf til þess að byggja upp þessa innviði og svo framvegis. Það hugsunin og ég meina að það verður örugglega einhver leiðrétting og einhvers staðar í virðiskeðjunni. En það er bara eðlilegur hluti af þessum fasa. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætir klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Ég maður þegar Eldur Ólafsson mætti til Egils Helgasonar í Silfrið rétt eftir innrás Rússa árið 2022 og þar fór hann einmitt yfir þetta svona, já, mér finnst ekkert eitthvað það galið að hann sé að gera þetta út frá ákveðnum forsendum varðar, þú veist, eins og fágætis málma, maður búinn að læra orð eins og germaníum og dysprosium og gallium nákvæmlega og fleiri orð sem að mann datt ekkert í hug áður en aftur á móti þetta bara eitthvað sem bara í flugturnunum, í flugvélunum, í vélmennunum, í símanum okkar og fleira sem ég man ekki, það var eitthvað, ég var að lesa þetta í minnir þetta sé Václavs Mill
sem hann einmitt að fara yfir það bara þú veist það er að styrkja steypu 70% þannig að þú þarf 70% minni steypu bara með einhverjum hráfuru málmum sem hægt er að fletta inn í steypuna þannig að þú veist það eru svona framfarir sem eiga sér stað og Eldur Ólafsson segir þannig í þessu viðtali bara já þú veist þetta eru náttúrulega bara þetta eru hráfurunar þetta eru fágætismálmunir og þetta eru bara hardcore hagsmunir við einhvern veginn erum búin að vera á rosalega skrýtnum stað varðar umræður þessi mál. Ég er til dæmis búin að segja, heyrðu, ok, núna þegar Hormúsundi lokað, af hverju eru ekki búin að senda Heiðar að sækja þessu olíu? Þú veist, hvað erum við að hugsa? Ákvæmlega. En það er einhvern veginn eins og sé högt og þetta er svolítið líkt því sem ég var að tala með Logamá, þar sem það er bara högt á því, gervigreindin er komin, hún er að fara að breyta miklu, en samt sem áður getum við einhvern veginn verið bara að segja, nei, heyrðu, ég ætla ekki að sjá þetta er bara eitthvað svona sem er með svona óviðkomandi og ég pæli kannski í þessu seinna ef þetta kemur til með að hafa áhrif. Sama gildir svona með hrávörumarkaðinn. Þar sem við erum að horfa upp á ótrúlega breytingar varðar það hvernig við getum bæði nýtt fágætismálma en líka bara mismunandi samsetningar í því hvernig þeir nýtast okkur á alls konar vegu, hvar þeir eru, hvernig við getum fengið þá og við erum samt með fólk sem að reyna og búið að reyna að vera að öskra á okkur að þetta mun koma til með að skipta máli eins og Eldur og Heiðar en við erum samt bara svona, já nei við ætlum ekki að pæla í þessu. Nei, ég er sammála, þetta er eiginlega bara virkilega slæmt og ég meina eitt enn auðvitað þessi koparpælingar sem við horfum mikið á, fólk áttar sig ekki á því hvað kopar mikilvægur málmur út af svona ýmsum ESG ástæðum þá var í rauninni bara ekki farið í nýjar koparnámur svo árum skipti og nú allt í átt að sig því eiginlega öllum orkuinnviðum sem eru orðnir mjög slappir víða, Evrópa náttúrulega, ég meina Portugal og Spát fóru nú bara offline í fyrra í sólarhring, þú veist, út af lélegum orkuinnviðum og þannig að allt þetta, þessi skalanleiki upp á orkunni krefst nýra orkuinnviða. Kopar er algjörlega lykilatriði í þessu sem dæmi. Þannig að það er svo margt sem að breytast. Við erum alltaf, einhverjum orð okkar í visku fjárfestingar í breyttum heimi og ég held að þetta breyttum heimi narrativ sé einhvern veginn, það hafa aldrei átt meira við eins og núna. Kannski það segja þetta allir alltaf en við erum bara að horfa upp á alveg ótrúlegar breytingar núna. Ég held að fólk þurfa að átta sig betur á því og en það er svo eðlislegt í manninum að vilja ekki breytingar. Það er svo eðlislegt að vona að þetta breytist ekki og vona að þetta hafi ekki áhrif á mann. Og ég held að stjórnvöld séu svolítið þar líka. Bara, þetta er óþægilegt, ég vil ekki þurfa að hugsa gjörbreyttan heim, þannig að við skulum bara svona sjá hvað gerist. Nei, það er ekki leiðin áfram. Og eitt svona mínidæmi þetta er einmitt eins og ég er búin að vera að fjalla þetta er kannski eitthvað sem er auðveldara að tengja við, eru til dæmis forsendur kjarasamninga. Ég veit að þetta er algjört hliðarskref en að make a sense samt og því ég er búin að vera að segja sko, að allar ákvarðanir stjórnvalda eiga að taka mark á því að forsendur kjarasamninga eru brostnar. Þú veist, kjarasamninga verða losna núna 1. september, allar eiga ákvarðanir eiga að lóta því. Já. En það er samt talað það svona eins og með gervigreindina. Já, ég ætla að sjá hvernig þetta lendir og við bregðumst við því þegar að því kemur. Og ég hvað meinaru? Þetta er búið, en alveg eins og gervigreindin er komin þá eru forsendur kjarasamninga, þær eru horfnar þannig að þú þarf að taka ákvarðanir út frá því núna til þess að þú sér betri í stakk búin til að takast á við aðstæðunar. Rétt, ég meina ef við ætlum að fara inn á þessa brautir sko, þá náttúrulega er gegndarlaus eyðsla ríkisins ástæðan fyrir því að kjarasamningar er að brotna. Gegndarlausar launahækkanir og bara útgjalda þensla út í eitt ár eftir ár eftir ár og það er ekkit bara við þessa ríkisstjórn að sakast í því, þetta er búið að vera áralangt vandamál en við byrjuðum þetta ára á sko endalausum gjaldskrárhækkunum og launahækkunum og opinberum starfsmönnum, ég veit ekki hvað. Almannatryggingafrumvarpið og sem að held ég hver einasti nánast sérfræðingur landsins talaði á móti. og það er ekki hægt að ætlast til þess að niðurstaðan verði eitthvað önnur en verðbólga, skilur við. Þetta er sorglegt. En hvað tæki höfum við til þess að bregðast við þessu? Jú, það er eitt tæki og ein tæknibylting sem komin er fram sem getur búið til gríðarlegt hagræði í rekstri og það heitir gervigreind. Og það væri nú alveg frábært ef að ríki gæti nú byrjað að nýta sér hana. Vá, þeir verða síðastir. Ég veit það er það ég hef svo miklar áhyggjur af því að nú er ég einkageiranum hérna, ég er að reka fyrirtæki og ég mun leita leiða til að búa til hagræði og skilvirkni og reka fyrirtækjum sem bestum hætti. Þetta munu öll einkafyrirtæki landsins gera. Síðan kemur ríki og hugsar, eigum við að fara í þessa innleiðingu sem þýðir mögulega þá að fækkun starfsfólks. Eigum ekki bara að gera á næsta ári. Og þetta er munurinn og það er náttúrulega mjög mikið áhyggjuefni því við höfum séð myndast sko gjá á milli ríkis og atvinnulífsins í því að
laun ríkisstarfsmanna hafa hækkað meira en annarra, það er komin jafnvel í sumum tilvikum flótti frá almannageiranum, einkageiranum yfir til ríkisins sem er mjög óeðlileg þróun. Þetta er ekki flóttir, þetta er bara hvati. Þetta er bara hvati, já, en ég meina það er bara ríkið sem skapaði þessa vondu hvata og við verðum að snúa þessu við. Þetta er ekki sjálfbært ástand. Nei, og ég meina, þú veist, út af því ég líka bara einhvern veginn að innvinkla alls konar málumni, ég meina, bara þú veist, tökum fjölmiðla sem að greiða X laun, svo allt í einu sér maður bara, það eru allir að fara yfir til ríkisútvarpsins og af hverju ætti það að vera? Bara þegar það eru margfalt betri kjör, betri vinnutími og afslappara umhverfi þar sem það er ekki mikið anda ofan í halsmálaður fyrir það að vera ekki að vinna. Menna, þetta eru bara hvatar og við erum einhvern veginn alltaf eins og með fjölmiðlan og fleira, sko, það sem að fjölmiðlanefndir að eldast við mig í staði fyrir það að vera strömlínulega kerfi þar sem að sýnir að þarf að selja sig út úr business og allt í háa loft, veit ekki hvað verður fréttastofuna eða annað, samtala alltaf, það er rosalega lýðræðisstóð og ég eitthvað, af hverju standið þá ekki undir því? Hætti að væla einhverjum hlaðvörpum fyrir það að vera með einhverja nikotínpúða, einhverju 2 nettir að vera með nikotínpúða og þeirra að sekta þá fyrir það, bara hætti þessu rugli. Einbeiti ykkur að því að vera að gera þetta umhverju betra sem er að verða verra. En í ofanálag náttúrulega kjörunarna þannig líka hjá Ríkisútvarpinu að ég meina að sjálfsögðu mókast fólk inn. Og þetta er ekki og það ég heyra líka að fólk er að kalla flótta. Ég meina ef að ég get fengið hjá ríkisstjórninni 1500 skall á mánuði pluss styttingu vinnuvikunar pluss öll kjör sem að koma í ofanálag pluss 6 mánaða uppsagnarfresti eða hvað sem þetta nú er. Ef ég get fengið það í staðan fyrir það að vera að vinna hjá einhver einkafyrirtæki á helmingslaunum að sjálfsögðu, hvatan er allir komnir í hús, þetta er ekki flótti, þetta er bara fólk að taka skynsamlegar ákvarðanir. Show me the incentives and I'll show you the result, það er alltaf þannig, hvatarnir ráða öllu, þannig er það bara og þetta eru vondir hvatar og við þurfum að snúa þessari leið. Þetta er ekki sjálfbært, þetta hefur aldrei gengið neinstaðar þar sem að ríkið trónir yfir alla. Ég held að það hafi verið reynt í Argentínu, við sjáum hvernig það fór. Og líka bara út af því þú varst að nefna með gervigreindina í þessu tilefni, að það sem er líka sérstaklega slæmt er að ríkið verður síðast. Það mun þurfa að tróða því ofan í kokjaðan til þess að þeir bregðist við því, sko. Já, þess vegna væri svo gaman að ná að setja þessa sérsveit, þetta task force í gang og taka eina svona stofnun í gegn og sjá niðurstöðuna og byrja svo að innleiða þetta. Ég meina þetta hlýtur að vera eitthvað sem að ég vona að sé einhver að hugsa þetta inni, einhvers staðar og ég meina ég bara kalla á það sé gert. Akkurat. Það er fullt af góðu fólki sem ættir að leita hjálpar og finna út úr þessu. Það er fullt af sérfræðingum í Íslandi sem vita allt um þetta og getur hjálpað í einhverju innleiðingu og svo framvegis. Og það þarf ekki 30 manna nefnd sem á að skila skýrslu eftir 24 mánuði, sko. Og svo virðist oft vera niðurstaðan hjá ríkinu. En þá langar mig að taka aðeins á það sem ég held að gæti orða ágreiningur. Já. Og mannfjöldaspá. Breytt sviðsmynd og einmitt út frá þeim svona forsendum sem við erum búin að ræða. Að þú talar einmitt að Larry Fink hafi talað um það að þeir sem eru svona með minnsta mannfjöld eða mannfjöldaþróun, það er að segja minnstu fæðingartíðnina, að þeir myndi vegna vel út af því gerir ég ráð fyrir að það sé þá minni svona samfélagslegur óstöðuleiki, minna svona félagslegum vandamálum og fleira. Já, kannski bara færri sem þarf að hjálpa í þessu mikla umróti og ef að, þú veist, það sé svona hugmyndin í þessu, það er að segja, ég meina, það þarf bara að taka þessu umræði, ég meina, við höfum bara alist upp við það að það þurfi alltaf fleiri og það þurfi alltaf vöxt í öllu. Og þannig er hagkerfið okkar byggt upp, þannig er allt byggt upp. Og ég er ekkert endilega sammála þessu. Og sérstaklega, ég er svo mikið að tala um oft það er hægt að gera meira fyrir minna og það þurfi ekki alltaf að vaksa, skilur við. Jörðin er ekki að vaksa og jú, við erum að auka skilvirkni og nýtni og annað, en ég var að velta því fyrir mér okkur ég kom með einhvern landverndarkomma sem að vill minnka hagvöxt og fækka fólki. Ég er svo sannarlega ekki og ég er ekkert endilega að segja því að fækka fólki, ég er ekkert endilega að segja, ég er ekki að tala um landvernd, við höfum til dæmis að virkja miklu meira og nýta tækifærin okkar þar. En hvers vegna er það eðlilegt og akkur er það augljóst að við eigum að verða 500.000 sem við yrðum aldrei með eðlilegri fæðingartíðni, það þyrfti þá bara áfram gríðarlegan innflutning af fólki til landsins.
hvers vegna eðlilegt að við verðum með miðgildi spár Hagstofunnar 535.000 árið 2050, það 24 ár sem nú ekkert sérstaklega langur tími. Hvers vegna það eðlilegt ef tæknin að breytast þannig að við munum ekki þurfa allar þessar vinnandi hendur til að halda upp þessu samfélagi. Hvaða afleiðingar hefur það þá að verða 535.000 árið 2050 og fólk ekki með vinnu? Það góð ákvörðun fyrir Ísland? Mér finnst bara að þurfa eðlilegt að taka þessa umræðu. Já, það ekki sjálfsagt að vaksa bara og vaksa ef að það ekki þörf á því. Sérstaklega þegar að vera að ræða ákveðna að mínum að þetta félagslega einsleitni sem fýsileg. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Marst eftir í það, Snorri Másson, heimildin gerir 2 fréttagreinar. Ég held að Jón Trausti hefur skrifað báðar. Annars vegar það að Snorri Másson væri með samsæriskenningar það að útlendingar myndu koma til með að verða helmingur allra landsmanna ef að fer fram sem horfir. Og það var samsæriskenningar Snorra. Svo kom frétt, ég ekki að grínast, 2 mínútum síðar sem bendi nákvæmlega þessa tölu sem að við erum 465.000 árið 2042. Já. Og að það eru allt nýir Íslendingar sem að var náttúrulega eitthvað svona orwellískt ný hugtak það hvað Íslendingur og annað. Og ég eitthvað svona, hvernig getur þú sett þetta með svona stuttu millibili án þess bara að horfa bara, heyrðu, já, ég kannski í bullinu hérna. Já, ég meina, og þú veist, en mér finnst bara að þurfa að horfa á grunninn, skilu. Hvað erum við að gera? Hvers vegna erum við að gera það? Þú veist, narratífan við verðum að fjölga til að halda upp í samfélaginu. Mér finnst allt benda til þess að það, ég meina, við getum bara hort á stöðun í dag. Algjörlega óháð því, þú veist, það yfir 10% atvinnuleysi útlendinga á Íslandi og það töluvert hátt atvinnuleysi á Íslandi. Það yfir 10.000 manns á atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun að fá bætur og svo segir Hagstofan að séu 17.000, þannig að þessar tölur eru á reiki. Þannig að núna ég myndi eiginlega segja, mestuleyti án áhrifa gervigreindar atvinnuleysi á Íslandi orðið töluvert. Atvinnuleysi, ef við segjum að séu rúmlega 10.000 manns, það næst í 400.000 krónur á mánuði og við erum núna með 30 mánaða bótatímabil. Þetta kostar samfélagi gríðarlega. Og við erum með kerfi sem að geta gripið fólk sem lendir í vandræðum og svo framvegis. En kerfið hannað út á að það sé ekki langur tími sem þú ert atvinnulaus. Þú getur fundið nýja vinnu í kjölfarið og svo framvegis. Ef að þessi breyting á vinnumarkaði að þessi stað, þá verður kerfið ekki þannig og þá verða fólk í meira langtíma atvinnuleysi. Og þá finnst mér ekki alveg svona, ég myndi alveg að vilja þá taka umræðina af hverju ættu að vera orðin 535.000 árið 2050 ef að það einhvers konar umhverfi sem getur verið í næstu 15 árin, 20 árin eða hvað það er. Já, og þetta mjög áhugavert líka út af því að ef við tökum þessa tölu 535.000 sem þá í minni hlutdeild þá Íslendingar, þá þið svona meiri, hvað ég var að segja, svona svo við tölum hreint út af þið meiri pólitíska eftirspurn eftir við og hinn pólitík. Það bara eðli máls samkvæmt. Sem að þýðir það þá að samhliða þessu samfélagslega umróti sem að fylgja gervigreindinni, að þá þið gríðarlega mikið samfélagslegt umrót varðar bara þá Íslendingar sem að hér eru og þá sem að hinga komu. Já, ég held að það bara blasir við og en óháð nákvæmlega frá hvaða löndum fólk kemur bara þú veist, þar á það að vera markmið að fjölga okkur svona mikið og þá af hverju? Í rauninni sama hvaðan það kemur. Skilurðu mig? Þú veist, ég vil að Íslendingar eignist börn og allt svo framvegis en þú veist, það ekki raunhæft að Íslendingar eignist það mikið af börnum að við verum 535.000 árið 2050. Það gerist ekki eingöngu þannig, það sjá það allir. Þannig að punkturinn minn bara, það þarf að vera eitthvað plan og einhver pæling og það getur verið plan, bara jú, okkur finnst við þurfa að taka móti svona mörgum ári út af þessu og hinu og þá bara veljum við að gera það og það kostar svona mikið og svona á sinsinn. Þá það bara val og það var umræðan tekin. En það þá upplýst ákvörðun að það muni þá bitna og skerða lífsgæði fólks hér á landi verulega. Þú veist, en á móti get ég sagt, þú veist,
vonandi með tilkomu gervigreindar munu lífsgæði alls heimsins aukast á komandi 24 árum fram til 2050 en aftur, ég held að verði krefjandi tímabil, umróta tímabil og ekki alltaf lagi aðeins að byrja að pæli þessu, sjá aðeins út úr því og svo getur maður að fara að gera plön þegar við erum með aðeins í skýrari mynd. Það er að segja hvort við eigum að vera svona mörg eða svona mörg sko. Ég held að sé alltaf lagi að stíga aðeins til hliðar, að stíga aðeins á bremsuna og hugsa sko, það gætu verið krefjandi umbreytingar tímar í vændum. Það er það bara. Það bara blasir við, það blasir við. Eigum við ekki aðeins að staldra við að hugsa, eru forsendurnar okkur, eins og ég talaði, það ákveðin forsendu kreppa í gangi. Við erum að taka risastóra ákvarðanir út frá úröldum forsendum. Við erum að taka ákvarðanir sem eru fyrir framtíðina, ekki ákvarðanir sem byggðar einhverju sem var í fortíðinni. Það blasir við. Og þú veist, ég nefndi þetta bara hvort sem að heiti borgarlínan, sem er eitthvað stærsta fjárfesting Íslandssögunnar og eru 100 milljarða fjárfesting. Er hún byggð á réttum forsendum í dag? Nei, hún er það ekki. Er hún að taka... Að mörgu skilningi sko? Ég meina, þar er gert ráð fyrir að sé stanslaus vöxtur fólki. Ég held að sé hægt að búa til mikla skilvirkni með sjálfkeyrandi bílum og það sem að fólk mun ekki þurfa að eiga marga bíla og að sjálfkeyrandi bílar verði svona skilvirkleið til þess að auka umferðarflæði, fleiri geta farið í bíla saman á leiðinni í vinnuna og svo framvegis. Þannig að þetta er bara handan við horni, þetta er komið út í heimi. Þetta er bara spurning ákvarðanir stjórnmálumanna að innleiða þetta. Tæknin er komin. Já, þetta er, mér finnst pínu svona, þó svo að náttúrulega frekar djúpt í áruna tekið, mér finnst pínu svona eins og við séum að ákveða það að vera með kólalestir á milli staða. Það er bara nákvæmlega það sem þetta er. Þegar sko bílaflutningar eru komnir nú þegar sko. Ég sammála. Þetta er svona það er meira þess að konu sko flugbílar á ákveðnum stöðum, ég veit ekki hvernig við miklu það. Þannig að sko, þetta er ekki einhver framtíðamúsík, þetta er að gerast núna. Já. Það þarf bara eins að taka hausinn úr sandinum og bregðast við því. Akkurat. Hætta að taka strútin. Og tökum þá hérna borgaralaun eða UBI, Universal Basic Income. Já. Ég hérna, Andrew Yang var að tala um þetta fyrir forsetakosningarna 2016 í forvali fyrir demokrata og ég hérna las bókina sem hétt Forward þar sem hann var einmitt að tala um þetta. Með minnir hún heiti Forward eða hvort það hafi verið bókin sem hann skrifaði eftir á. Allavega, hann skrifaði bók í þessum kosningum en hérna hafði ekki upp úr því fyrir það erfiði. En hann var að tala um gervigreind, hann var að tala um, og það var það snemma náttúrulega. Það er mjög framsýnt á þeim tíma. Já, samt sem áður bara, þú veist, 8 ár liðin. Eða 10 ár fyrir ekki, 10 ár liðin. En hann talaði um svona Universal Basic Income og hann talaði um eitt í þeim skilningi sem að ég tel að gæti orðið til hagsbóta út af því ég er ekki svakalega hrifinn af borgaralaunum en út af því hann talaði um ákveðna svona skilvirkni gagnvart því hvernig neysluhegðun fólks gagnvart opinberri þjónustu yrði að þá myndum við hafa miklu betri yfirsýn yfir það út af því þú væri náttúrulega ekki bara með einhverja opinberri þjónustu sem að væri að sjá þig fyrir öllu heldur væri að nota þá peninga sem að þú væri með til þess að þykja þá þjónustu sem að þú teldi best hverju sinni. Ég er svolítið skotin í þessari hugmynd. Það bara skattarnir eru miklu lægri, jafnvel tekjuskattur bara tekinn út af borðinu, en að við værum þá að fá opinbera þjónustu sem væri í samruna, í samhengi við þá þjónustu sem við erum að þykja hverju sinni. Já, ég meina þetta er rosalega flókið að sjá hennan heim fyrir sér í dag. En aftur, sko, ég held við þurfum að gera okkur grein fyrir að við erum að fara í mjög breyttan heim. Borgaralögin eru klárlega á borðinu sem möguleiki þeirri mynd og það kannski bara er ekkert óeðlilegt og það getur bara vel verið með aukinni framleiðni, aukinni hagræðingu, hægt að gera meira fyrir minna, að við getum staðið undir því sem samfélag og ég vona það og ég trúa því, skilurðu. Svo getur við fara að ræða aftur eins og við komum inn á einhver tilgangsleysi og annað og ég hef allt talað um því, fólk verður það bara fara og rækta líkamann og hérna lækka fórgjöfun í golfi eða hvað sem vil gera sko. Mér finnst þetta svo creepy sko. Já, ég er sammálaður og þú veist, þetta er ekkert auðveldar umræður og ég get ekki staðið hérna og sagt heimurum verður svona, því ég bara veit það ekki. En ég veit bara að við erum að fara inn í massífa breytingar. Það bara blasir við. Og mér finnst við ekki vera að undirbúa okkur fyrir það.
Þessi þáttur í boði Þorgrímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og ég segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Nei, ég eiginlega og þetta svona stillir okkur inn á það sem vorum að tala líka í upphafi, bara við erum með forsendur til að gera ráð fyrir því að heimurinn sé að breytast. En það bara, og eins og með tilgangsleysi og annað sem maður bara einhvern veginn sér ekki alveg fyrir sig, en svo aftur á móti, ég menna, ef við stillum þetta af í á tveimur ásum, núna erum við svona komin frekar svona nær því að vera með Universal Basic Income heldur en til dæmis það sem að var þegar Bretarnir voru í kólanámunum í 16 tíma á dag. Já, og ef ég var að velja á milli þess, þá myndi ég alltaf vilja Universal Basic Income dæmið, en ég aftur móti til líka vinnan gauka manninn og sammála að ef þú ert vinnusamur og sýnir elju og dugna, þess vegna held ég til dæmis að íþróttafólk sé svona líklegri til þess að verða farsælt á ýmsum sviðum varðar atvinnumarkaðinn. Ég tek svo sannarlega undir það. En það ekki? Jú, það mín upplifun. Þannig að ég til ef við bara erum búin að láta róbótavæða allt í kringum okkur og þarf ekki að vinna út af því að það einhverjir tölvunördar að sjá öll afköst og þú getur verið að lækka forgjöfun í golfi í eitthvað, það hljómar hræðilega. Já, ég sammálaður. Þetta ekki svona eitthvað sem við þekkjum. Þetta ekki það sem við ólust upp við. Þetta ekki, okkar heimsmynd ekki svona í dag. En hún kannski verður svona, ég veit það ekki. Og kannski bara verður við með það eftir 20 ár, ég veit það ekki. Hefur þú lesið þess hana, Huxley, Brave New World? Nei. Hún verður að lesa hana. Út af því að þar nefnitt að tala þannig svona, þau eru öfugt við 1984, þar sem allir orðnir sammála og allir rosalega peppaði fyrir því hvernig lífið og til þess að takast á við erfiðar aðstæður og þá tekur það sem töflu sem heitir Soma og þá bara líður miklu betur. Þannig að þú ert aldrei að hafa neitt erfitt, allt bara frábært og við erum löngu hægt að eignast börn út af því að við erum bara í glasafrjókunum og allir tvíkaðir til þannig að þeir séu hinn fullkomna manneskja sem rosalega ánað með allt í heiminum. Þetta hljómar ekki vel. En þetta pínu það sem við erum að Ég veit það, en við ólust upp við ákveðið umhverfi og þekkjum það og það svona okkar heimsmynd og ég held að sé erfitt að sjá fyrir sér eitthvað annað. En ég held bara að það sé staðan. Við erum að fara í öðruvísi umhverfi. Aftur, en þetta ekki bara einhverjar hræðilegar ógnir. Það ótrúlega tækifæri í þessu. Það hægt að gera svo mikið með þessa tækni. Við getum farið inn í læknavísindin. Ég held að það verði búið að finna lækningu í krabbameini. Ég meina, ég veit ekki hvort þú sást fréttin mannin sem að læknaði með hundinn sinn og var búinn að næstu því að semi-lækna krabbameinið á hundinu sínum og það var einhver íslenskur fræðimaður hann í Nýja-Sjálandi, Ástralíu sem að koma að þessu máli og þannig að þetta, hún tókst að nota gervigreindina og finna einhvern veginn erfðamengi hundsins út frá því leysa þetta mál. Og það sem mikilvægast í þessu náttúrulega hann var ekki með neina sérþekkingu á læknismálum. Nákvæmlega. Þannig að ég segi líka, ég held að fólk þarf að horfa á þetta svona, fyrir fróðlegst fúst fólk og þessir eiginleiki sem þú þarft að hafa, vera með aðlögunarhæfni og læra að nota gervigreind, þá þeir allir vegir færir. Og það tækifæri sem við stöndum framfyrir. Því miður allt og margir sem að munu ekki nýta sér þetta tækifæri. Þetta besta tækifæri sem við nokkuð tíma fengið til að vaxa sem einstaklingar með þessari ótrúlegu tækni. Það hægt að fræða sig allt. Það hægt að skilja allt betur. Bara með því að taka díalógin. Þú getur sett ChatGPT, þú getur sett hann á voice og verið bara í bílnum að chatta, bara spjalla við hann á íslensku allt mögulegt. Þetta ótrúlegt. Bara nýta þetta til að vaxa. Þetta svo augljóst tæki.
Þetta er eins og að fá að kaupa Bitcoin ára 2012. Já, nákvæmlega sko. Ég reynda var ekki svo framsýtt þá en það kom síðar. Hvað hérna, kannski ljúkum eins og bara á því, Já. Bitcoin. Mm Ertu að peppaði fyrir því núna? Ég man að þú og Þórður Pálsson var að takast á þetta. Já, Hvað var ég á Frosta? Já, við tókum debatt fyrir svona 2-3 árum, eitthvað svoleiðis. Já. Og já, klárlega. Hvernig horfir þetta við þetta? Við erum að reka 2 sjóði í viskusjóðum, annars vegar rafmyndasjóð og hins vegar þennan gervigrindasjóð, innviði gervigrindar sem heitir Viska Makró og þetta eru bara þeir 2 fjárstyrka áherslur sem okkur finnst mest spennandi í heiminum í dag. Hefur ég mikla trú á Bitcoin og gerði þá? Já. Meiri? Já, bara gríðarlega. Aha. Ég hallast meira að Þórður Pálssoni þannig sko. Eins og reyndar ofta aður þetta því við erum mjög oft sammála. En ég einhvern veginn svona þetta er mjög djúp umræða sem að við getum kannski tekið annað þátt í en sko peningakerfið okkar er meingallað og það eru svona og það er svolítið skemmtileg hvernig samspil orku og verðmæta spilar inn í þetta. Gull hefur alltaf haft virði og sérstaklega út af því að það krefst orku og vinnu að sækja hverja einustu einingu og þú framleiðir hann ekki í Seðlabankanum. Það er ekki hægt að búa til neina einingu úr engu. Það sama gildur Bitcoin. Þú þarft orku og vinnu til að framleiða hverja einustu einingu og útgefið magn er fyrirsjáanlegt og óbreytanlegt. Jú. Og þetta er í rauninni bara svona hægt að kalla stafræna útgáfa gulli. Þetta er hins vegar aldrei nákvæmlega eins og hefur kosti og galla bæði. Þetta er miklu meðfærilegri eign í stafrænum heimi og það sem er mjög skemmtilegt við gervigreind og rafmyntir og horfur á Bitcoin, þessir agentar sem eru eins og starfsmenn, eins og við erum með núna í Visku og fleiri undum allan heim eru með þessa agenta í vinnu hjá sér effektíft. Á hvaða innviðum heldur að þeir muni keyra? Þeir keyra bálkakeðju innviðum, þeir muni eiga veski, þeir senda peninga fyrir þig, þeir greiða reikninga fyrir þig, þeir eru ekki að stofna bankareikninga. Þannig að þetta er ógeðslega flott saman. Heimurinn er að vera meira og meira stafrænn, skilur, og gervigreindin er að fá meira vægi. Þessi gervigreinda þjónar er að fara að sjá greiðslur fyrir meira og minna öll fyrirtæki, alla einstaklinga, þetta er raunin svo aðstofamæðurinn. Hann er að fara að nota þessa innviði og þeir eru byrjaðar að nota þessa innviði, bálkakeðju innviðina. Hvað er það nákvæmlega? Þetta er blockchain. Já. Og þú veist, ef við förum bara inn á það, núna erum við með Bandaríkin loksins farin að vakna gagnvart þessari tækni og nýjasti yfirmaður bandaríska verðbréfaeftirlitsins, SEC, þetta er Paul Atkins, hann tók við eftir að Trump tók við og hann er í rauninni að segja við fjármálakerfið í Bandaríkjunum, þið eigið að innleiða bálkakeðjur sem verður þá grunninnviðurinn að öllum verðmætafæslum online. Það er að segja, kaupir og selja hlutabréf, það verður gert ofan á þessum bálkakeðju innviðum. Allar fæslur, þessar stöðuleika myntir, það er bara dollari ofan á bálkakeðjum. Þetta eru bara innviðir sem eru betri en þeir innviðir sem við höfum í dag. Og Bitcoin er auðvitað fyrsta bálkakeðjan og er grunnurinn að þessum innviðum má segja, síðan erum við fleiri bálkakeðjur sem koma eftir og sinna mismunandi tilgangi. Þannig að þetta er algjör tæknibylting. Það eru mjög margir, ég geti komið með Temu útskýringu á því hvað bálkakeðja er, en svo útskýrir líka hvað er það? Sko, þú þarft í rauninni, þetta snýst dreifstýringu, þetta snýst að geta fært verðmæti yfir innvið án þess að sé miðlægur aðil á milli og ég hef svona tekið þetta dæmi að það byggir á einkenni færslunar, er það ekki? Jú, sko, ef við hugsum þetta eins svona, þegar ég sendi tölvupóst yfir netið, þá lendir hann í einhverjum serverum á leiðinni og hann lendir í inboxinu þínu og hann var í úthólfinu mínu og afrita af þessum tölvupósti til að fullt á stöðum. Og ég ætla að senda þér pening með sama hætti, þá er það vonlaust. Því að þá eru búin að afrita peningin mörgum sinnum á leiðinni og hann er til að fullt á stöðum. Við leystum peningasendingar með þeim hætti að til dæmis bara Visa væri bara milliliður og þá segir þú bara við Visa, ég ætla að senda þessum þetta og þeir segja bara ok, ég er þetta miðlægt fyrirtæki sem við veljum að treysta og þeir segja bara ok, hérna debit hér, kredit hér, þú færð og ég tek af þér, ok. Síðan kemur bara bylting með Bitcoin, það sem í fyrsta sinn í sögunni getur þú sendt verðmæti yfir internetið án þess að það sé neinn miðlægur aðili sem kemur á málinu. Og netið er tryggt og dreift af milljónum tölva allan heim sem enginn neitt stýrir. Og það þýðir að ég get óhindrað sendt þér stafræna greiðslu með öruggum hætti án þess að einhver
hvort sem hann heiti Joe Biden eða Donald Trump eða einhver í Kína eða Rússlandi eða hvar geti stoppað það. Og þetta algjör bylting. Allt í einu erum við með dreifstýrðan innvið, það sem út með örugt net, tryggt af milljónum tölva á víða allan heim og ég get fært stafræn verðmæti á milli. Það byltingin. Síðan fer það að gera alls konar öðruvísibálkakeðjur sem virka eins öðruvísi og svo framvegis, en þetta grunnhugmyndin, að geta fært verðmæti yfir dreifstýrðan innvið frá mér til þín hvar sem við erum í heiminum. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Ég því ég mjög og hef alltaf verið mjög hrifinn af þessum blockchain innvið, eða það bara þessi tækni sem algjörlega byltingakennd að mínum að þetta líka. En mín svona, ekki beint gagnrýni heldur mínar efasemdir hafa aðalega verið bundnar við það að þetta traust og fólk treystir ákveðnum gjaldmiðlum og að Bitcoin hefur einhvern veginn sveiflast eins og þú varst að segja í samhengi við hlutabréf, verðmæti og annað hrávörur og fleira. Og það það sem að mér finnst alltaf skrítið að þegar við erum með einhver verðmæti, ég að segja þetta líka fiat peningana sem eru þessir stóru gjaldmiðlar og gull, nákvæmlega. En aftur á móti að þá tel ég einhvern veginn svona að salan gagnvart Bitcoin fyrir almenning hafi og muni aldrei ná þessum hæðum og við erum að sjá til dæmis núna 32% drop á undanförnum hálfu ári. Og ég einhvern veginn svona Þú ert að taka eiginlega versta tímapunktinn. Já, ég get tekið 5 ára aftur í tímann og þá er ég með 50% hækkun. Já, eða 3 ár og þú veist það var miklu meira. En stóra mynd, en trendið upp. Bara skoða þetta. 10 ára aftur í tímann, 7 ára aftur í tímann, 3 ára aftur í tímann. Það alltaf hærri hágildi og hærri lágildi. En á hverjum tímapunkti, ég man eftir við fórum úr 3.000 í 20.000 skilur og niður aftur í 3.000. Nei, við fórum úr nokkrum dollarum í 20.000 og svo aftur í $3.000 og allir segja að Bitcoin búið. Svo fer það úr 3.000 í 69.000 2001 og síðan niður í 16.000 og aftur var Bitcoin búið. Og svo fór það úr 16.000 í 126.000 og svo núna nýlega niður í 60 komið í næstu í 80.000 aftur og aftur Bitcoin búið. En þetta ekki bara einhverju svona portfolio bros sem að fengu einhver smá pening í COVID, skilurðu? Þetta narratívan og þetta var þegar ég startaði Visku árið 2022 við félagarnir, þá voru náttúrulega fyrst náttúrulega ég var partner í Fossum og gekk vel hjá okkur og nýbúið með besta ári sögu félagsins 2001 og ég ákveð að stofna rafmyntasjóð og fólk fylgdur í sig algjörlega geðsjúkur. Af því að þarna eru institutions eða stofnanafjárstæðir úti ekki komnir inn, en mér fannst blasa við að þeir væru á leiðinni. Síðan þá, á þessum 4 árum, hafa þeir komið hver á fætur öðrum. Þú horfir á BlackRock tala með það, þú horfir á Fidelity, núna nýjast Charles Schwab sem að, þú veist það bara, þannig að flæðið af institutions að koma og búið að vera að koma. Þetta að vera stærri og stærri eign og viðurkenndari eignaflokkur, sem nákvæmlega sem við vorum að segja. En við höfum jafnframt sagt, allan tíman, að þetta að vera hluta eignasafni. Við erum aldrei að segja neinum að fara all in eða veðsetja allt sem þeir eiga. Það er mikilvægt að halda því til haga. Þetta frábær hluta eignasafni og hefur reynst vel sem hluta af eignasafni. Og alveg sama hvað eign það er óþarf að fara að veðsetja húsið sitt og fara all in. Það er það sem við segjum. Og það náttúrulega gildir allar fjárfestingar og saman séu gjaldmiðlar að hana. En svo eru þetta sumir sem eru mjög aggressífir í þessum eignaflokki og gagnvart Bitcoin sem að tala að það eigi í rauninni ekki eiga einustu eign utan með þetta og það er það bara sjónarmið og maður standa bara að falla með því. En við höfum ekki verið að tala með þeim hætti og ég held að það sé ekki ráðlegt með neina eign eins og ég segi sko. Nei. Þannig að þetta er langt svar við því að já, ég er með það mikla trú á þetta. Já, heyrðu, en við ætlum að ljúka þessu, við þurfum að gera þetta aftur og oftar út af því að við höfum ætlað að gera þetta yfir langa tíma, ár síðan drulluðumst ekki til að gera, en þetta var jafn áhugavert og ég bjóst við
Daði Kristjánsson, takk aðeinslega fyrir að koma. Tökum handshake. Já, bara takk hérlega fyrir mig. Gott. Þetta var mjög gaman. Gott að sjá þig og þangað til næst. Bless.